Góðan dag, kæri hlustundur, segjum við nú bara aftur þegar að hlusta á framundan hér á Rás 2. Við erum hér á vaktinni Kristján Freyr og Urður Örlygsdóttir og verðum til klukkan 9. Og þetta alla virka daga, framundan á Rás 2. Nú, markasetning hefur breyst á undanförnum árum og íslensk fyrirtæki leita sífellt nýrra leiða til þess að ná til neytenda. Sérstaklega á samfélagsmiðlum þar sem að samkeppnin athygli fólks ívið meiri en nokkur sinni. Hvað virkar í dag og hvernig ná fyrirtæki til fólks? Til að fara yfir þetta með okkur hinga komin Steinar Þór Ólafsson, sérfræðingur í samskiptum, miðlum og markaðsmálum. Ertu hjartanlega velkomin, Steinar? Takk fyrir. Steinar, við höfum undanfarið séð mjög skemmtilegar markaðsherferðir, til dæmis hjá No Sirius, Thule, Ölgerðinni og margt fleira. Þar stundum eru farnar óvinnilega leiðir. Svona, hvað máli skiptir markaðssetning fyrir íslensk fyrirtæki? Já, það skiptir að mínum mati öllu máli. Ég meina, það er kannski tvennt sem að fyrirtæki þurfa að vera að hugsa um. Það er annars vegar, þú verður að tryggja stöðu eftirspurn eftir vöruninni eða aukna eftirspurn. Og maður heyrir að mörgum í smásölu í dag sem að eru svona að reyna að berjast við hækkandi leigu, hækkandi launakostnað og er kannski erfitt með að fleita verðhækkunum út í sitt vöru úrval vegna þess að bara þau eru í keppni við erlendar netverslænur og annað og þá þarf þetta breiða til ýmissa ráða og gera eitthvað sniðugt til þess að tryggja það að fólk kaupi vöruna þeirra. Og hvað svona áhrif getur góð markaðssetning haft á vöruna þeirra? Já, það getur bara breytt leiknum gjörsamlega, ég meina það getur með þess að breytt kannski heilu vöru flokkunum og mann dættu kannski í hug svona stærstu áhrifin á undanförnum árum eru kannski það sem við höfum kallað hjálpartæki ástarlífsins og hvernig Blöss einhvern veginn tókst að umbylta því hvernig við nálgumst hvað getur við sagt, vöruflokk. Ég meina þetta var svona frekar slísi kinki bransi áður en að Blöss einhvern veginn gerði þetta bara vörum sem að þú nánast getur bara kippt með í krónunni, Einmitt. En hvernig það eru þetta margar áskorunir og það var nú eitthvað viðtal við svona eina góðsöfni í bransanum núna helgina, byrjum við Þóri Bergsson, Já, sem er að selja Essence Media. Já, einmitt. Búin að vera í þessu held í 40 árið eða eitthvað, Var ekki með þetta fyrir frá að mig en hann talaði líka þessa áskorunir og það er þetta gervigreind og ýmislegt. Hvernig finnst þér svona auglýsingabransin svona vinna með þetta til þessunar? Það hefur auðvitað verið núna kannski síðustu ár svona svolítið kreppu tímar í þessu og sérstaklega fyrir auglýsingastofunar og þessar hefðbundnu birtingar og það kannski skýrist að tvennu, það skýrist annars vegar af minna fjármagni til markaðsmála, fyrirtæki einhvern veginn bæði hafa úr minna móða en líka telja sig geta komist upp með að eyða minna vegna þess að það er ódýrara að auglýsa á samfélagsmiðlum heldur en í sjónvarpi eða útvarpi og það er þetta bara alltaf ýmislegt með því að promptaði með gervigreind eða nota Canva eða aðra lausnir. Þannig það er auðvitað áskorun en það sem að kannski held ég er svona aðeins að snúast við aftur núna er að fólk verður fyrir alveg rosalega áreiti á netinu og það er mikil skjáþreita, þetta kallast svona banner blindness, er að þú ferð á MBL eða Vísi eða einhvern þessum fréttavefum og þar sérðu fullt af auglýsingum og svo lokar við afraglugganum og þú kannski reynir að rifja upp hvaða auglýsingar sá ég þarna sem voru allt líkjandi fréttirnar og þú bara manst það ekki vegna þess að við erum búin að búa til einhvern svona mekanisma hjá okkur sem að gerur okkur svolítið blind fyrir þessu. Þannig að fyrirtækir held ég svolítið afturfara nátt að segja á því eða stjórnendur fyrirtæki að auglýsingar þurfa að vera eftirminnilegar, það er nú tilgangur með þeim. Það er það að einhver hugsa vöruna þeirna þegar hann á að kaupana eða vill kaupana, hvort sem það er keks eða bíll eða hvað annað. Þannig að ég held að við séum svona aðeins farin að sjá það aftur núna eins og með þessum herferðum sem þú varst að ræða að þetta er svona að breytast. Fólk er að setja meira púður í að gera eitthvað sem að er ekki bara innum eitt eirað og út hitt. Nei, þetta er svona eins og hálfgerð bara kvikmynd stundum allt svona í kringumyndi, menn eins og bara með þessar herferðin sem ég nefndi náðan, veistu hvað er oft mikil vinna á bakvið þetta? Já, hún er oft bara gríðarlega mikil og í dag er þetta kannski þannig að það líka sem er önnur áskorun er að hér í eina tíð komstu kannski bara upp með það að kaupa bara blaðsíðu 3 í mokkanum og þú varst nú bara í svona nokkuð ágætum málum. En það dugur ekki lengur til í dag. Einhvern veginn athyglin er dreifðari. Hún er ennþá alveg á Íslandi náttúrulega einstök að mörgu leyti á til dæmis áhorf og sjónvarp. Það er óheyrt að ein sjónvarpsstöð sem er 20% áhorf á þátt- og sundarskvöldum sem er fólk að einhvern veginn
gefa geitum Þarna verið að vísa til landans sem er með mjög gott áhorf. Jólatriða, jafnlá og einhverju sjóða bjúur sko og ég meina það er einstakt og þetta margir aðrir þættir sem hortir á en þetta er oft margra mánaða jafnvel ársvinna og það er verið einhvern veginn að reyna að tikka í öll bók sem hægt er til þess að ná til sem flestra. Við sem neytendur einmitt gerum okkur kannski alltaf grein fyrir svona hvaða er búið að leggja mikla vinni í eitthvað til þess að við förum og kaupum svo hlutin en eins og við hefum séð svona undanfærin ár þá hafa áhrifavaldar mikið verið notaðar á samfélagsmiðlum til að selja ákveðna vörur. Hvernig lítur þessi þróun út? Þurfa fyrirtæki að fara ennþá lengra eða dugar í rauninu bara að koma vörunni fyrir einhvers staðar á samfélagsmiðlum hjá áhrifavaldi? Nei, sko, það getur auðvitað dugað og kannski svona sloppið til en það sem að breytast er sko annars vegar nú var hérna stór auglýsingahátíð að klárast í Cannes sem að hérna er þessi ljónahátíð svo kallaða sem að hérna til dæmis íslensk herferð vann til tvenna verðlauna, Kólas með hérna Hóla herferðin, þar sem að þau eru að tala um að hérna bæta veginn okkar og þar er hérna svona mikið málþing í kringum þá hátíð og þar var svona eitt ákveðið trend alveg mjög skýrt og það er að sem sagt það sem að við höfum í raun og kallað áhrifavaldar sem eru á ensku influencers er svona aðeins að breytast og það sem er að koma inn er það sem þeir kalla creators sem er þá í raun og meira fólk sem er að búa til einhvers konar afþreyingar efni á samfélagsmiðlum. Það er semst ekki að gera út á sinn lífstíl til þess að selja einhverja vöru, sjáðu hvað ég er í góðu formi þegar svona átt að kaupa þennan mat eða annan, heldur meira að búa til einhvers konar skemmtiefni af öllum toga, ég meina, getur nefnt dæmi, strennilega sá stærst í heiminum er Mr. Beast, sem hefur gert alls konar myndbönd og margir foreldrar og jafnvel fullorðið fólk þekkir af YouTube og fleiri til, að fyrirtæki eru meira reyna að sæki samstarf með svona aðilum og þetta er líka gerist hérna heima og ég myndi hérna kannski kalla hennan hóp á Íslandi, við erum áhrifavalda og svo erum við þessu við getum kallað skemmtikrafta og þetta geta verið í dag mörg hlaðvörp, hérna Dr. Fútból er að búa til afþreyingu fótbolta og komið gott er að búa til afþreyingu dægurmál og fyrirtæki eru meira að reyna að tengjast þessu fólki ekki vegna þess að þú vilt verða eins og Hjörvar Hafliðason eða af því þú vilt verða eins og Kristín Gunnarsdóttir heldur meira bara því að þau eru skemmtileg og þú vilt tengjast því sem þau eru að gera. Núna erum við að tala líka þú komst aðeins inn á þetta með svona minkandi fjármagn og annað slíkt sem að fari að renna til markaðsmála. Hvernig með nú var samtök ferðaþjónustu var að kvarta yfir því að það rennur ekki eins miklu peninga til að kynna bara Ísland og það er náttúrulega kannski önnur grein í markaðsmálunum, svona place branding að það er að segja, það sem að vera að markaðsetja ekki bara beina vöru heldur landsæði eða land slíkt. En eigum við einmitt ekki svolítið inni þar, við sjáum alltaf með þess að Noreg sem hefur gengið rosalega vel á að markaðsetja sitt land. Eigum við inni þar? Já, klárlega og við sjáum þetta með ferðaþjónustuna og það hefur rætt þetta að norðurljósaferðir til Lófoten er einhvern veginn farnar að hrifsa til sín það sem að Ísland áður hafði. Normenn eru líka óbúslega góður að markaðsetja fiskinn sinn og þetta kannski að einhver leiti er svolítið drifið áfram að því að normenn eru ekki eins og við í svona vertíðarbrag í sinni markaðsmennsku. Þetta er yfirleitt mjög systematískt og stöðugt og eitthvað sem er ákveða þá allar að gera þetta yfir lengri tíma. Menn hér er þetta alltaf svolítið svona átaksdrifið, þá einhvern veginn að bjarga einhverju slæmri stöðu í komu erlendra ferðamanna með átaki en markaðsetning eru þetta þannig að þú þarft að einhvern veginn vera dropinn sem hólar steinin. Ég meina á hverjum gefnum tíma eru eiginlega allir ekki að hugsa um að kaupa vöruna hérna. Það eru mjög fáar vörur fyrir utan bara mjólk, smjör og ost sem að þú ert að hugsa um að fara í búðun og kaupa á hverjum degi. Þannig að þetta snýst alltaf mann þegar að mómentinu kemur að einhver hugsar að vilja koma til Íslands eða ferðast til norðurslóða vegna hitabylgju í Evrópu eða kaupa bíla eða keks eða hvað það er, að þá viltu vera það sem kemur upp í huga fólks. Óbúslega langar mig keks núna og hvað keks hugsið þið um? Ég hugsa um ballerínu. Ég var að hugsa um það. Já, það er eins að ballerína er að kera auglýsingaherferð núna. En mér hafði aldrei dottið í hug mörg ára að kaupa ballerínu keks og þetta hann áttur til hjá mömmu og pabbi gamla daga. Þannig að ef þau hefðu ekki verið auglýsa, þá hefðu okkur kannski dottið bara eitthvað allt annað keks í hug. Þannig að já, eitthvað sem er gott báða megin eða eitthvað slíkt. Til dæmis. Já, akkurat. Svona búið að koma sér undir með þetta hjá okkur. En er það þannig, þurfa allir að einhvern veginn hugsa hlutin upp á nýtt og markaðsetja sig, eins og til dæmis Nói Sirius sem er svona bara mjög gamalt íslenskt vörumerki sem við þekkjum öll bara suðusúklu og annað. En það er mikilvægt fyrir þessi fyrirtæki að einhvern veginn halda endalaust áfram að koma eitthvað nýtt og svona
já, stækka sig kannski. Já, sko, í einhver leiti held ég þetta, sko, að þú talar eitthvað nýtt, er að sko, þar kannski stóri miskilningur í þessu öllu saman, að sko, markasetning snýst ekki að koma með eitthvað nýtt, það snýst bara að minna stöðugt á þig og þú getur alveg gert það, ef ég segi við ykkur trúið þau álfasögur, þá vitið þið alveg hvað snakk að tala og þau hafa bara keyrt á auglýsingu, sennilega besta fjárfesting sem að nokkuð fyrirtæki hefur gert að framlega þá auglýsingu og tekur 4 góð slott fyrir áramótin og einhvern veginn snakksalan þeirra bara heldur velli ár eftir ár. Þannig að þetta snýst kannski ekkit endilega að gera eitthvað nýtt, heldur meira að sko láta aldrei einhvern veginn degan síga í því að vera minna á sig og það getur verið misjætt eftir hvað vöru og selur hvenær og þarft að gera það, en þetta þarf að vera stöðugt og auðvitað allt í lagi að breyta upp á einhverju nýju, en aðalatriðið að þetta sé einhvern veginn alltaf þannig að fólk sé með það á bakvið eyran að kaupa vöruna hérna. Manstu eftir einhverjum dæmum kannski markasetningu á vöru sem að fólk þekkir vel sem að kannski fór illa í fólk? Bara það sem að var einmitt af svo nefnir, reyna að gera eitthvað fólk að gera eitthvað nýtt. Já, sko, Ég man eftir til dæmis sko reiðu fólki yfir nýrri auglýsingu á Royal búðingi. Ég man eftir því fyrir nokkrum árum síðan. Já. Það fór illa í fólk. Já, og ég þetta sérstaklega, ég ætlaði að hugsa með minnir að sko Toyota hafi líka uppfært sína jólaauglýsingu og það fór fyrir brjóst á mörgum, fólk vildi bara sjá sína auglýsingu í sjónvarpinu sko. Þetta var bara partur af einhvern veginn hátíðunum að þú veist, ég meina þú farði nú á konfekt og malt og appelsín og svo spilast þarna þessar sömu auglýsingar síðan þær spiluðust fyrst í Skaupin 86 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er auðvitað partur af þessu, þetta getur og auðvitað hafa margar auglýsingar það mjög jákvæð hughrif á fólk. En ef maður spyrja, þegar fyrirtæki ákveða að auglýsa og hvar á að auglýsa, eru það auglýsingarstofunar eða dreifingar fyrirtækin? Birtingahúsin sem ídaði minn á erlenda miðla frekar en íslenska. Þannig að það er mikið verið rætt þetta að allt fér sem fer á erlenda miðla, engin skattur að því og allt þetta. Hvernig er þessu stjórn? Ég held að fyrirtækjum sé, sko, auglýsingarstofunar ekki að beita sér og birtingahúsin ekki heldur fyrir neinum sérstökum miðlum. Ég held að ef eitthvað eru birtingahúsin öflugustu talsmenn íslenskar miðla sem að hægt að finna. Ég held líka að fólk og fyrirtæki átta sig fljótt á því að þó að það kosti bara 50.000 kalla að auglýsa á Facebook og það getur lifað í 2 vikur og þá getur verið margfald áhrifaríkar að kaupa bara eina birtingu í sjónvarpi eða eitthvað svoleiðis. Og það er til mörg dæmi það að fyrirtæki hafi ná meiri árangur með því heldur en einhvern veginn að þinna út peningana sína og gera einhvern veginn meira mörgu yfir lengri tíma fyrir minna fjármagn. Þannig að ég held að það séu meira fyrirtækin sem eru kannski að reyna einhvern veginn að svona, hvað getur sagt, komast upp með að borga minna á þessum miðlum frekar en að það sé einhver sérstökur aðili sem að beita sig fyrir að nota á. Já. Hafið þið tekið eftir sko að gæði hafi minnkað, það þarf að segja, í auglýsingagerð með tilkomu gervigreindar? Ég held að sko, þetta er kannski svona allavega tvískiptu markað. Þú ert með fyrirtæki sem eru með stóru stöndu fyrirtæki sem bara setja ágæta peninga í markasmál og eru jafnvel með markastjóra eða jafnvel markastildir og þær eru held ég ekkert að gefa sjálfum sér neitt afslátt af því hvað þau eru að gera, en það hefur alltaf verið þannig að fyrirtæki lítil og örsmá hafi verið að auglýsa með alls konar sniði í skjáauglýsingum eða svoleiðis. Ég meina, núna er bara fullt af skjáauglýsingum á Facebook sem áður voru bara í sjónvarpinu, þannig að það sé ekkit endilega þessi stærri fyrirtæki sé eitthvað að draga úr gæðunum, það sé kannski meira bara það sem áður voru smáauglýsingar eða samlesnar í útvarpi eða hvað við viljum tala sko, eru komnar á einhvern veginn svona föndraðar auglýsingar á Facebook. En þú vorum að tala vörur áðan, þá langar mig til að spyrja út í því ég er náttúrulega ekki markasérfræðingur sjálf, en maður hefur séð svona undanfarin ár ákveðna vörur eins og til dæmis Aperol Spritz var alltaf bara eitt stærsti drykkur í heimi, þetta er alltaf mjög gamall líkjör frá Ítalíu og súkkulaði norska Smars var alltaf einu bara komið í allar verslanir. Ég veit ekki, kannski eru fleiri dæmi, en er þetta ekki svona dæmi með einhverju svona eldgamla vöru sem var bara tekin upp og hvað þýddi þetta fyrir þessi fyrirtæki? Jú, ég meina, bara endurnýjun lífdag, þetta er bara svolítið svoleiðis fyrir mörg fyrirtæki og þetta er auðvitað, það er alltaf freistandi að einhvern veginn segja, getum við ekki bara gert svona?
og þú veist, það eru svo marga breytur í þessu sem að þú hefur náttúrulega enga stjórn á sem að yfirleitt spila nú mestan þátt í þessu, þannig að þetta er alltaf blanda af einhvern veginn gera rétta hlutin og vera alveg óbáslega heppin en engin spurning, ég meina þetta getur algjörlega breytt öllu fyrir svona fyrirtæki og það er eitthvað sem að margir, ég meina Royal búðingur og annað að vera að nota þetta núna í ísblöndur fyrir Ninja Creamy og annað því skilur þannig ég held að sala á Royal búðing stufti sé sennilega alveg ofbóðslega góð eða búin að vera ofbóðslega góða því að það var einhver áhrifavaldar fengnir til þess að segja, heyrðu þetta hérna og setur hérna mjólk og svo geðu þau veikt að setja Royal búðing stuft í ísiðinn, þannig að ég held að það sé ekki bara tilviljun og svo eru þetta ýmsar óhefbundna leiðir sem hægt er að fara eins og til dæmis á eins og ég þekki nákvæmlega eins og með Aperol Spritz er að ég var nú bara að sjá grein um það að í Bandaríkjunum var designated driver sem sagt, sá sem að við fyrir öll saman út að skemmta okkur að þá náttúrulega gengur ekki að við fáum okkur öll í glasa því einhver þarf að koma okkur heim að þetta var auðvitað vandamál í Bandaríkjunum og það fengur sér bara allir í glas og svo bara var einhver sem að keyrði heim sem að sennilega var með hæsta sjálfstrústið einhvern veginn í að hann væri fær til þess þannig að þegar í raun og veru það var lagt í þessa vinnu að búa til þetta hugtak, designated driver, að einhver okkar tekur á sig að vera bílstjórinn, að þá var það ekki gert með auglýsingum eða það var ekki gert með einhverjum svona skammirða boðskap að það er ná stránglega bannað, það var gert með því að sá sem að fann upp þetta, hann fór til Hollywood og talaði fyrirtæki Hollywood og sagði, heyrðu, við þurfum að koma sér í bíómyndir. Þannig að í bíómyndum, þegar við eða í þáttum, sitcom þáttum, þá þurfum að tala um þetta, en það er sena í Friends sem að þau fara að fá sér í glas og einhver spyr who's gonna be the designated driver og svo er bara í bíómyndum annað þannig að í mörgum erlendum tillögum þá er þetta ekki kannski bara auglýsingar það er verið að nota alls konar hvað getur við sagt, djúbríkis leiðir til þess að einhvern veginn hafa áhrif á fólkum hvað er heitast í sumardrykkurinn þannig að mögulega geta einhver ég veit ekki, kveikur mögulega fari núna í mikla rannsóknar vinnu á hvað var til þess að Aperol Spritz var þessi brjálaði sumardrykkur, það getur vel verið að það sé bíómyndir eða sjónvarpsþættir. Nákvæmlega. Svona eini í lokin kannski, hvað heldur að verði svona helsta trendið svo í sletti í markaðsmálum svona á næstunni? Ég held að við höfum eftir að sjá sko, svona mikla aukningu í því sem að væri hægt að kalla svona mini-series kallar þetta á ensku, svona smáþættir við höfum eftir að sjá meira framleitt af sko, með svona einfaldari framleiðslu af bara þáttaröðum sem að koma á samfélagsmiðla og þetta getur að vera fyrirtæki sem er að framleita og við sjáum mikinn vöxt í þessu úti við erum með fyrir þá sem eru á TikTok og Instagram Subway Takes, það sem að gæi situr í neðanjarlistakerfi New York og er að segja what's your take og fólk er að segja já mér finnst bara, og svo kemur það með eitthvað alls konar gott og slæmt og þau taka eitthvað debat um það, aðri þættir eru keep the meter running, þar sem að hann sest í leigubíl og segir farðu með mig upp á staðin og leigubílstur má bara ráða og svo bara telur mælirinn og fyrirtæki eru meira að sjá að til alls konar líka tengt fyrirtækjum svona serjur þannig ég held að þetta verði stóra dæmi núna, ég held að fyrirtæki muni framlega minna af einhverju einni svona hero auglýsingu fyrir sjónvarp og meira fari í eitthvað sem að getur virkað eins og serja ég ætla ekki að veða neitt, ég er ekki hrifin af veðmálum en ég trúi því. Það var átt að fylgjast með þessu. Takk kærlega fyrir að koma til okkar Steinar Þór Ólafsson. Kærar þakkir.